forseti, svo ég byrja á formstæðatriðinu, ég segi já. Hér við einfallega að greiða atkvæði það hvort að þeir sem hafa það verst í samfélaginu, þeir sem þurfa að lifa á 170.000 krónur á mánuði, eiga að njóta þeirra kjarabóta líka sem hafa orðið á vinnumarkaði. Bara verið að greiða atkvæði það, eiga þeir að sitja eftir eða ekki. Ég hef verið spurður að því að þingmanni ríkisstjórnarinnar, stjórnarmeirihlutans, hvernig við ætlum að fjármagna þetta og kannski svona örlítið vændur að vera þáttakandi í einhvers konar popúlisma með því að styðja þessa tillögu. Mig langar að vísa þessu til föðurhúsanna. Við greiðum atkvæði forgangsröðun í því hvernig við verjum ríkisfé. Og þessi ríkisstjórn búin að afsala sér tekjum markvisst með alls konar ákvörðunum sem við í Bjartri framtíð höfum ekki stutt. Og þetta upp á 10 milljarða. Og þessi ríkisstjórn hefur varið tugum milljarða til þess að aflétta skuldum af efnamestu einstaklingunum í okkar samfélagi. Tugum milljarða. Og hefur síðan ekki efna á þessu. Þetta slæm forgangsröðun, mjög slæm. Og lýsir eiginlega í mínum huga ekki bara slæmri forgangsröðun, heldur slæmur siðferði.